Góðan daginn og velkomin í Silfur Egils. Við ætlum hér síðar í þættinum að ræða við Robert Waite, prófessor við LSE í London. Hann hefur mikið fjallað íslensk málefni og er orðinn þekktur hér. Við fáum í lok þáttarins hingað Gísla Martein Baldursson, borgarfulltrúa. Hann ætlar að sýna okkur brota fyrirlestri sem hann hélt núna daginn sem heitir Reykjavík, hvað ætlar að verða þau orðin stór. Þetta fjallar skipulagsmálin í Reykjavík. Við fjöllum Icesave með Kristrún Heimisdóttur, lögfræðingi, og aðeins málefni Ríkisútvarpsins, en byrjum hérna á Vilhjálmi Bjarnasyni. Vilhjálmur, við ætlum að svona stikla á stóru, þetta er svona greatest hits úr viðskiptalífinu, í nokkrum málum, og byrjum á Högum, þessari fyrirætlan Arion banka að setja Haga á markað. En þó þarna heldur Jóhannes, hann fær að kaupa eitthvað hlut og hugsanlega þá Jón Ásgeir eitthvað staðar bak við hann, og Jóhannes á að vera stjórnarformaður fyrirtækisins. Hvernig líst þér á þessa fyrirætlan? Það ýmis afrek sem voru unnin í íslensku viðskiptalífi og samstæða þeirra feðga, Baugur og tengd fyrirtæki eru líklega völd að gjaldþrotum sem að ná hærri hæðum heldur en nokkur önnur gjaldþrot í íslensku viðskiptalífi. Ef allt tínt til, þá ég ansið hættur að glötuð útlán til þessara fyrirtækja og glataða kröfur séu cirka 500-700 milljarðar. Og í þessu máli þá tekist á það hvort að bankin muni endurheimta cirka 40 milljarða af sínum útlánum. Það að vísu óstaðfest. En síðan á að bjóða almenningi og stofnanafjárfestum, og stofnanafjárfestur náttúrulega fyrst og fremst almenningur, vegna þess að það þó lífeyrissjóðir sem koma fram fyrir hönd almennings í þeim efnum, að taka þátt í þessu áfram. Og mér finnst þessu uppskrift Arionsbanka nánast vera til þess að misbjóða samfélaginu. Já, þú tekur svo sterkt til orða. Ég tek svo sterkt til orða. Og ég segi það vegna þess að þetta eru býsna óvenjulegi tíma sem við erum að fara í gegnum. Hér hrynur fjármálakerfið, samfélagið svona í miklum sárum. Ég ætla ekki að segja að það samfélagið sé í rúst. Ýmsir innviðir hafa haldið. En við erum að takast á við enduruppbyggingu hérna, og þá farið þessir austur-evrópska leið að það engin aðrir til þess að taka við uppbyggingunni en þeir sem að komu að hruninu, eins og í þessu tilfelli. Og svo ég haldi samlíkinguna áfram í Austur-Evrópu, og það var sagt að mafían í Austur-Evrópu hefur verið miklu fyrr til að skipuleggja sig heldur en stjórnvöld og stjórnsýslan. Og íslenskt viðskiptalíf virðist vera að ná vopni sínum mun hraðar heldur en íslensk stjórnsýsla að ná sínum vopnum og binda lausa enda, og þessir lausa endar eru býsna margir, og það þarf aðeins að staldra við og spyrja þessara stóru spurningar. Ætlum við að byrja ballið upp á nýtt með sömu mönnum? En hvað óttast þetta hafi í för með sér, þessi aðferð? Sko, ég óttast það að við dofnum fyrir sökkinu. Mér tókst að svæla út úr skilanefnd Glitnis gögn, og þar voru bökstengingar í ýmsum liðum. Það eru þessi fondspapírar sem þú þurftir að fara í dóm til að ná út þar. Og það bara verið að endurtaka leikinn, eins og ég segi að þessir aðilar, Baugur og tengd fyrirtæki, eru völd að líklega stærstu gjaldþrotum sem hér hafa orðið. Og þetta gjaldþrot var ekki svo hafskips gjaldþroti sem leiddi til erfiðleika útvegsbankans. Þetta leiddi til þess að allir bankanir eru meira og minna í rúst, og mjög sennilega byrjað einhverju leyti líka, og sparisjóðirnir. Þannig að það ekki svo að þetta sé eitt einstakt dæmi sem að olli hér erfiðleikum. Það varð hér keðjuverkun og þessi allstaðadæmi, og almenningur sem á að borga brúsan einhverju leyti, til dæmis í gegnum Icesave, vegna þess að þetta kemur þær inn í að hluta, að hann hefur ekki fengið kortlagningu á þessu, en honum boðið upp á að taka þátt í þessu, og það í gegnum kauphöll og leggja sitt sparifé þar inn, þar sem almenningur tapaði nokkrum hundruðum milljarða
bæði beint og óbeint. En óttastu að þeir feðgar þá geti, af því að þeir munu hafa þarna ákveðið tangarhald, að þeir geti þá tekið annan snúning á þessu, eins og stundum við sagt? Liggur þeir ekki alveg uppi, það er nokkuð að útskýra það nánar. Jú, aðeins kannski. Nei, ég þarf ekki að útskýra það nánar. Það er nákvæmlega það sem ég óttast, að það er bara verið að byrja ballið upp á nýtt. Vegna þess að þessir aðilar eru þeir einu sem eru traustsins-verðir til þess að hámarka verðmæti Arion banka út úr þeim töpum sem að bankinn kann fyrirsjáanlega verða fyrir. En þér finnst sem þetta þeir eigi alls ekki að vera með? Mér finnst það, já. Mér fullir virðingu fyrir Jóhannesi sem látið leika bangsann í ímyndarstríði Baugs í gegnum tíðina. Hann alltaf góði kallinn sem látið gefa. Já. Það er annar mál sem varðar Arion banka og það eru Samskip og Ólafur Ólafsson. Þar virðist vera, Ólafur er nú reynda fluttur til Sviss, en það virðist vera talið alveg nauðsynlegt að hann haldi sem sagt Samskipum. Já. Og þar er önnur svona umdeild ákvörðun. Já, það er þá ákvörðun hef ég flesta sama að segja að þar er að vísu almenningi ekki boðin þáttaka. En sko, bankastjóri Arion banka, hann ræðir það að menn skuli njóta þess að vera saklausir sekt þeirra sönnuð, en það eru mjög sérstakir tíma núna vegna þess að hér fer fram rannsókn, opinber rannsókn á saknæmi í aðdraganda hruns. Og eitt þeirra sem hefur stöðu grunaðra í markaðsmisnotkunarmáli er téður aðaleigandi Samskipa. Já. Og hér við þetta borð í janúar í vetur, þar fékk ég að hlusta á hans lýsingu á Al-Thani fléttunni, þar sem hann var í fullkomin afneitun og hélt áfram mjög sennilega að segja ósátt hvað þar gerðist. Og þessi Al-Thani flétta, hún er mjög sennilega einn af þeim þáttum sem leiddi til þess að bankinn var berskjaldaðar en ella þegar kom að alvarleika hrunsins í byrjun október árið 2008. Já, þú meinar hann hafi brotið á sama bankanum og er núna að... Já, sko, hann kannski braut ekki á bankanum vegna þess að bankinn var við fullkomlega meðvitaður gjörningin. Þarna voru allir stjórnendur og aðaleigendur bankans að blekkja aðra hluthafa og hugsanlega fjárfesta. Þarna var verið að búa til einhverja persóni sem var að lýsa trausti á bankan og mjög sennilega leiddi þetta til fjárútláta fyrir bankan vegna þess að þessi fjárfesting, þessa merka Al-Thanis var algjörlega áhættulegs fyrir hann og algjörlega á áhættu bankans. En menn virðast álíta það inn í þessum banka að það sé ekki hægt að reka Samskip nema að Ólafur sé þarna innbyrðis. Stýri fleitunni. Ég held að bankarnir verði að taka það alveglega til íhugunar hvort að þeir ætla að taka þetta viðskiptalíf aftur upp að óbreyttu, byrja eins. Og svo ég haldi nú aðeins áfram það hvort við ætlum að hafa þetta allt eins, að ég var beðin að flytja ræðu á fundi hjá samtökum sem heita Nýja Ísland og það er hringt í mig og ég talaði við manninn og allt í lagi með það, svo renna á mig 2 grímur þegar ég sé númerið og ég hringi manninn og segi við hann, ertu með síma frá Nóa? Nýja Ísland ætlar að halda áfram að byggja upp á grunni þessar aðila sem lögðu hér allt í rúst. Já. Því að Nóa er það ekki ángi af einum þætti Landsbankans og Straums. Þannig að almenningu verður náttúrulega aðeins að vera meðvitaður það hvernig hann greiðir atkvæði. Og stjórnendur þeir eru bara að kópíera upp gamla íslenska viðskiptaundirrit og mun bara leiða til þess að við verðum hér bara króaðir útkjálki úr Evrópu og Íslendingar, þeir verða fyrirlitnir. Ætlum við að taka á þessum vanda sem olli, að taka á þeim málum sem olli því að hér féll fjármálakerfi eða ætlum við bara að endurreisa gamla fjármálakerfi? Ætlum við að endurreisa gamla viðskiptalífið? Eitt mál í viðbót, það er nú byr, nú það aftur komið í fréttirnar og það er ríkið
sem virðist ætla að taka yfir byr og einhvern veginn greiða út kröfuhöfum eitthvað. Ég samkvæmt þessu að þá virðast eigendur stofnfjárbréfa í byr vera búin að tapa öllu. Kröfuhafarnir í byr eru þá eigendur sjóðsins og þá spyr ég náttúrulega stóru spurningar en áður en að ríkið kemur þar að. Ég er partur af ríkinu. Ég er þegn í þessu landi ennþá. Ég er ekki farin til Sviss. Nei. Þá spyr ég, býtu nú við, hvað olli þessum vandamálum byrs? Hvaða útlán voru það sem fóru með byr í þrot? Og er ekki rétt að það komi fram? Kröfulýsingar eru samkvæmt nýgengnum hæstaréttardómi í mínum máli gegn Fons, að þá eru þær, þá geta þær verið aðgengilegar allavegana þeim hluthöfum og þeim sem að hafa hagsmuna að gæta, og í þessu máli að þá finnst mér rétt að það sé athugað hvað olli þessum töpum. Erum við það komnir aftur að svona the usual suspects eða hvað? Já, það kann að vera að hérna, sko, að þetta fyrirtæki Baugur, að það var sko illa skuldsett í öllum bönkum og lánastofnunum og bensinstöðum í þessu landi og ef að því sem hvíslað að mér er rétt, þá erum við enn og aftur komin í sama farið. Já. Og hvað í þessum málum að þá eru engin einföld mál vegna þess að það eru byggð upp mjög flóknar samstæður sem erfitt að rekja sig í gegnum og þegar almenningur sér flækjuna þá fallast hann hendur. Þannig að það þarf fleiri manneskjur til þess að greiða úr flækjuna og gera þetta skynjalegt að til þess að þetta birtist dómstólum. En þarna vil ég líka fá svar, eru við kannski bara aðeins að borga skatt fyrir matarúttekt okkar í verslunum. Já. En hvað var í þessum Fons-pappírum sem þú náðir að kreista út? Það er náttúrulega ýmislegt. Þetta eru 6 eða 7 kröfur og það stundum eru útlán nokkurn veginn án veða. Stundum eru útlán út á lánasamninga, til dæmis eins og við Baug. Já. Tryggingin er svo lánasamningur Tryggingur er lánasamningur við Baug, þannig að þetta er í rauninni bara beint lán til Baugs. Og þannig að það er bara notað þarna eitt frontu til að flækja í málið. Og það eru, eftir því sem ég les út úr þessu, þá hefur bankinn tekið við hlutabréfum sem seinna urðu verðlaus og ætla að selja tilbaka til kaupandans, og svo náttúrulega tengist þessu öllu saman Sterling-fléttan og FL Group málið, stóðir, sem að mér vitanlega hefur aldrei verið skoðað í grunninn vegna þess að kröfuhafarnir sömdu án þess að það færi fram ítarleg rannsókn á því hvers vegna stóðir fóru svona. Að vísu fer fram skattarannsókn, en hinn rannsóknin sem að rauninni á að fara fram í kjölfar gjaldþrota, hún fór aldrei fram. Það voru gerðir einhvers konar nauðasamningar, þannig að það eru gerðir nauðasamningar með niðurskrift krafna og býtu af hverju þurfti að gera þetta. Þetta, sko, og alltaf kom upp sömu aðilarnir. Bankastjóri Kaupþingsbanka, hann segir að það sé erfitt að útbúa þannan lista yfir menn sem eru hættulegir í íslenskri viðskiptalífi og hafa stöðu grunnara. Það er engin vandi að gera það. Ef að 50 menn og 50 konur yrðu látnir gera þennan lista, þá kæmi út nokkuð, bara eins og í prófkjör, það voru prófkjör helgina, þá kæmi út nokkuð svona samstæður listi og menn myndu vera nokkuð sammála það hverjir lentu þær í efstu sætum. Vilhjálmur, þakka þér fyrir komuna í þáttinn.